annan leikinn í röð þá var stórbrotin markvarsla hjá Jóni Þórarni Þorsteinssyni. Í þessum leik byrjaði hann ekki inn á, en Daniel byrjaði, en hann með 50% markvarslu. Já, ég meina þegar kemur inn í fyrri hálfleik á held ég verið 2-4 og svo bara í seinni hálfleik lokar hann bara gjörsamlega markinu. Og hluta til það stór ástæða fyrir því að FH vinnur samfærandi sigur þarna. Það er ótrúlegt að fylgjast líka með honum af því að eins og þú segir, það kom á óvart, ég horfði á þetta, kom á óvart að hann hafi byrjað út af, en þú svo hugsaði mér, jú, hann örugglega að gefa Danna svona traustið og hann bara byrji þennan leik og kom vinni sinn. Hann var ekki að finna sig, svo kemur hann inn og ég meina 50% markvarsla á móti IBVF, það er eiginlega bara ótrúlega tölur, bara frábær leikur hjá honum og gaman að fylgjast með þessu strákur að vaksa. Já, sko, ekki nokkuð spurningu það og sko, síðan sko árangursaga Jóns með ólíkindum. Við erum hérna með mynd af honum árið 2021. Þetta er 2021, fyrir 4 árum. Og svona lítur hann út í dag. Þetta er ótrúlegur árangur. Já, hann fer hérna og fær aðstoð með mataræði hjá hérna Perlu og Söndru Erlings. Þær eru með þetta PS árangur, þessa næringaþjálfun. Og hann sagðist að það verið svona pröfudýr hjá þeim. Ég fór að spurða hann út í þetta. Það er ákveðið svona pröfudýr hjá þeim þegar að byrja og sagði að það væri þvílíkt flott fyrirtæki í dag hjá þeim. Hvernig þetta væri og þetta að svínvirka fyrir hann, sko. Það er alveg ljóst. Hann í hörku standi og þú breytist ekki svona ef þú bara duglegur að æfa. Þú þarf líka að vera með rétt mataræði og hann að gera góða hluti. Það er svo auðvelt, Rakel, sko, að gefast upp. Og þú þekkir það sem keppnismanneskja til margra ára, síðan sem þjálfari, hver höfuðið mikilvægt þarna og verandi í þessari stöðu fyrir 4 árum og verandi í dag hérna með svona framistöðu. Já, bara, mér fannst þetta ótrúlega merkilegt þegar ég sá hann post og bara, það hugsaði maður bara, vá, strákur sem greinilega búinn að leggja gríðarlega mikla vinnu á sig og fara núna 4 árum að fara í gegnum þessa, eins og segir, þessa næringarþjálfun sem sýnir, bara eins og Ási segir, þetta skiptir svo miklu máli, þú getur verið lengi inn í sal á parkettinu eða inn í lyftingasal, en þetta er bara svo risastór faktor líka í að ná árangri og hann tekur þessa ákvörðun að fara í þessa næringarþjálfun hjá þeim og ég meina, myndin sýnir náttúrulega gríðarlegan mun og nú er hann að sýna líka frammistöðu bara í takt við þetta og mér finnst þetta bara aðdáunarvert og bara mikil hvatning þá líka fyrir ungt fólk að huga að öllum þessum þáttum. Já, af því að líka, sko, það æfa flesti krakkar í dag vel. En það er ekki margir, eða, þú veist, kannski getur ekki sagt ekki margir, en það eru alls ekki allir sem sofa vel eða borða rétt. Og þar held ég að sé mörgulegt í dag auðveldar að fá fóskot heldur en bara út frá æfingum, sko. Já, því að þetta akkurat snýst þetta að borða rétt, ekki bara að kötta út hitt eða þetta fyrirtæki þeirra, Perlu og Söndru, það gengur út á það að finna réttu hlutföllin að næringarefni sem þú þarft miðað við þitt ástand og miðað við þitt æfingaálag og ég tek undir það, ég held að sé rosalega margir íþróttakrakkar sem eru jafnvel bara að borða allt og lítið og ekki innbyrða nógu mikla orku með æfingaálag og svo allt og lítið, þannig að þetta getur verið mikil hvatning fyrir annað íþróttafólk.